Gleðilegt ár, kæru... Nei, maður segir það ekki áður en þátturinn. Það var ári, þú veist ekki hvernig morgundagur verður. Það enda góða punktur. Gleðilegt 2025 lok árs, hjammi.net með, höfðingina 3 með mér hérna, vinnukallana. Já. Þá mættir í hádeginu, 3 vinnukallar. Já. Og þessi hérna búinn til okkur öðru. Hann var í 7 tíma flugi, mættur og með þátt í kvöld, Doxon, klukkan hvað? Förum í lofti 1915, Doxon undir ljósunum. Doxon undir ljósunum, hann ætlar að stýra þættunum og ég var svo heppinn að fá að vera með honum í þinn þætti og hann búinn að liggja í mér, bara í ykkur 2 daga núna með efni sem hann vil fá og hann Já. ósofinn og blindfullur í Tennessee og... Nei, bara ósofinn. Mækari, velkomin. Það stendur ekki á þér að mæta 12 hátteginu. Nei, ég mæti allt. Það skiptir einhver máli. Þú barðist nú harðast fyrir þessu þætti og þakka Já, ég meina, það væri bara fáralegt og það veit alveg þjónust að maður er í þessu. Það bara svoleiðis. Heyrist ekki í mækaranum regla? Jú, ég heyri ekki í honum. Það er þannig. Það veit alveg þjónust að maður er í þessu og það bara svoleiðis. Það bara þannig og svo það náttúrulega maðurinn sem að fekk sparkið í gær. Hjálmar, ætlar að vera bara með þetta, ætlar að ræða þetta bara. Stígvila kötturinn. Já, það getur orðað þannig að þessi þarf ekki að ágjöra að mæta í vinnu næstu dag. Þannig að lítið mál fyrir hann að mæta í klukkutíma svo núna í dag. Ég líka tók eftir einu, hann búin að vera 1 dag atvinnulaus og hann vaknaði bara rétt fyrir þátt. Heyrðu, strax byrja að skrifa við, þannig að hann er ekki með. Búin að byrja að snúa sólringu við. Þessi hérna búin að vera ekki svoandi í 12 dagar. Ég vaknaði einmitt 8 í gærmorgun. Já, 8 í gærmorgun, sko. Þannig að þau kannski þurfum aðeins, en við erum með söfnun undan bollanum, það geti það er bara alltaf eppu kjólun í dag rennur beint í bolla. En fyrst þú ekki rauðarspildi líka? Jó, reyndar, en þú var svo sem í nokkur öðrum vinnum. Við báðir okkur var sagt upp á K100. Við erum hættir með útastættinu okkar góðu. Það er eins og það er. Já, menn er að spura hvort ég hefði svo fyrir nótt. Nei, konan er ekkert að fara frá kallinum. Við getum orðað þannig. Ég gaf henni líka Dyson í jólagjöf, þannig að hún er góð út árið alla. Já. Nú er ég ekki alveg veist, strákar. Voru við með eitthvað svona í dag eitthvað? Það er búið að brenna hjólið. Já, ég vissi að því. En erum við að fara að gefa kannski einhverja 50 € eða eitthvað? Er það ekki? Jó. Hvað er einhverju hjólið brennt? Þú varst nátt vitni af því. Já. Það var einn ungur maður hérna, sem ég ætla ekki að segja hvað heitir. Nei, ég var í þættinum. Já. Hann sneri hjólinu og við lendum með iPhone. Já, ég menna þegar þú farið metirinn á englis þá brenna þær ekki hjólið, sko. Nei, þetta var líka, sko. Það er náttúrulega bara liðið kemur aftur og eyði meira og þú veist eitthvað. Þarna var bara 300 kall bara úr bókaldinu, sko. Já, maður bregði sér aðeins frá og það bara einhvern veginn bókaldi fyrir á hliðina. Þetta var svaka. Og svo mönnum sagt upp í kjölfarið. Já. Við erum að sjálfsögða að fara að gefa eitthvað. Við erum bara þannig gerðir. Ég var að byrja strákar á því sem að, svona flesti talum hann úti og það baráttan brauðið. Já. Og það var umferð 4 sem fór núna fram. Naflin, wow. Naflin, Nafli, þú var skakrindur helviti, mikið fyrir þetta. Já, og maður vaknaði maður fekk hiksta við það, verandi úti í Tennessee. En þetta var bara einhver tilfinning sem ég fekk hann úti. Að Aston Villa á 4,32. Mér fannst það ansi vel boðið. 43,2 € í hagn. Já, og ég viðurkenni það, ég sá ekki fyriráleikinn sem betur fer, því þá hef maður ekki haft mikla trú á þessu. Svona live. Þetta var alveg magnað. En þessi síðari hálfleikur og hvernig Emri bara besti in-game managerinn í deildinni. Sneri þessu heldur betur við og einhvern veginn, það var ekki, maður fekk afsökunarbeiðnir eftirleik. Já, það þeim ringdinn. Maður sá að sér. Já, enda maður sem ég hef að geima, það fyrir ekki á það. Þannig rautt Sör, hann var með Chelsea sigur, það fór nú illa. Já, en þetta er náttúrulega bara þú veist, 8-4-0 í hálfleik í þessu leik og ég var nú með mikla ræðu hérna fyrir hennar leik sem var stórkostlega og fekk mikið lof hvernig þetta yrði og það bara fyrir áleikur var bara eins og talað á mínu munni það er bara svo hefur að hlusta það var bara 14-0 í skotum á markið og bara 71-29 í possession og það var bara 1 lið á vellinum og Aston Villa voru bara búnir svo bara gerist eitthvað og ég setja meira bara á aumingaskap í Chelsea en það geðveikt pikki á naflanum en þetta var ótrúlega vinnanleik og nú býðum maður bara spenntur út í kvöldinu sko. En sko mínum þó að naflinn hafi verið með hann Aston Villa svona sjóð heitir, alveg klókt pikk og alltaf að hár stuðl verða að setja sigurinn mækarinn hérna með 33,2 á jafntefli Sunderland Leeds það var sterkt það var nöðsilegt, ég var búin að tapa þessu 3 umferðum sjáum hérna hvernig þetta stendur ég er glóri græn, já
þá sjáum við þetta hérna neðstur en það, en þetta er fljótt að breytast upp 89,7 evrur í 5 umferðum nei í 4 umferðum er bollin Já, þetta er bara, við bara höldum áfram að gera það sem virkar Bollin er alltaf fór líka sterkt af stað Með fyrir eiginlega smá að skilja okkur við sögður upp á K100 sko Þú enn einu sinni bara með eitthvað svona þú tekur enga sjens Herðu, aftur ekki með að taka einhverja sjensa Ég bara Allstað uppsagnar það tekur enga sjens vegna þess að þetta er bara átt að fram á vor og það er ekki nema 20 umferðir eftir Nákvæmlega Og hvað á ég þá að vera að taka sjensa og vera þá bara í ruglinu sem þið Eftir 3-4 umferðir þá ertu bara komin í 5-7 Nei Og tekur líka Þá eftir því þarf þetta að fara aftur eitthvað og þá fer allt í rugl Herðu, málega er bara að þegar ég þarf að stígu upp þá stígu upp Ég er bara, þú veist, engar áhyggjur Og sér líka eins og Naflan, hann er núna komin hann í annarsætið ríkur upp, Bullish sem hafa reyndar, sérðu, þeir eru með helviti Þeir ætla að taka fórustöðun núna Arsenal, Aston Villa, jafntefli Það er rosalega Það er harkaði því En sjáu mig, ég fyrir 3-10 Tottenham og sjáu hvað Mækar gerir, hann fyrir Brentford Það er bara það allir verið mikið báðir sveittir Nei, þú verður sveittur Ég horfði á Brentford helgin og svo horfði á Tottenham helgina og ég horfði reyndar ekkert á Brentford mikið ég sá úrleiknum, en ég sá seinna áleikin í Tottenham leiknum og fyrir mér er þetta einhver öruggasti leikur vikunar að Brentford er að fara að vinna Tottenham á nýjastöð sko. Já, mér finnst það ansi líklegt Sörens, hann er þarna með Newcastle sigur hann fyrir tilfinningarna, það er alltaf hættulegt útivelli og svant bara þessi stuður Já, þetta er alveg gjaldtrótt á Newcastle Ég svolítið að sjá einhvern veginn samt Sör verið að fara neðar skiljið hvað við það kemur ekki óvart að hann væri með margir spyrja mig hvað er hann að gera í þessari keppni hann er heilin á baku allt hann verður alltaf að vera hann er svona menn hafa verið að spyrja þessu hann er svona heilin krullu heilin þetta er geggjað strákar en bollin er á toppnum og ég held að hann hafi náð pluss í öllum umferðunum það er bara þannig, ég hef ekki klikkað við verðum ekki að láta Bullis úlingana vinna nei, en já mig, við verðum að fara að setja smá virðingu á toppsætið já, það er bara 5 umferðir það er ekki það verður ekki meistar í desember Jesús 4 af 23 Hjammin, nei 24 fyrir mig í stóra seðilinn, bústseðilinn fórum 8,05 í 9 mannstofnir yfir 2,5 mörg það er bara klárt Vestham yfir 0,5 mark er það ekki svolítið gefið? Jú með okkur þeir að vera að spila ég veit það ekki nei þú veist skoraðar ekki alltaf þeir verða að skora þeir urðu líka að skora í síðasta leik og tapar svo 0-1 og heimaðalli Burnley Newcastle setni hálfleikur yfir 1,5 þetta Mækarinn fekk þetta eitthvað í hausinn í gær dreymdi þér þetta? Nei, mér dreymdi ekki, ég satt bara í sófánum og spáði hvað þetta gera þetta gæti alveg orðið læti í setni hálfleik ég held að Burnley hangi bara í fyrri hálfleik og þetta opniði í setni hálfleik, ég held að verði bara 0-0 í hálfleik og svo er yfir 2,5 spjöld ég held það í þeim sama leik já, hver er með það? ég er með það Já, þú ert á læri stölunum ég er mögulega á herri, kannski mér svolítið að þakka að standi 8 en ekki 2 eða 3 sko þetta er fyrir neðan sko strákar, þetta er takmarka magn enn og aftur þetta er takmarka magn en við ætlum að reyna að hafa þetta lunch þátt við ætlum að reyna að klára þetta fyrir klukkan 1 strákar við ætlum að láta menn taka lunchin sinn í þessu þannig að við erum að ganga fyrir með næsta og það er fyrsti leikur Burnley Newcastle ef við byrjum að þér Mækari er þetta svona auðvelt fyrir Newcastle? Nei, 1.63 mér finnst það ekki en eins og ég setti þetta í bústurinn að þá myndi koma 2 mörk í seinni hálfleik ég held að fara 1-2 fyrir Newcastle ég held að vinna hennar leik en mér finnst þetta ekkert frábær stuðull útivelli hjá Newcastle sem hefur ekkert verið eitthvað sérstakir og móti United voruð gjössamlega gjaldtróta sóknarlega og Burnley pakka bara í vörn eins og United gerði þeim leik og þeir hljóta leikarinn að þann leik í Newcastle ef þeir eru Burnley ef þeir eru í vinnunni sinni þeir eru pínu svona eru veikir frammi ég volti með þetta alveg búin að vera góður Gordon er ekki búin að vera góður og svo allt í hennar Harvey Barnes skora og hann fekk velunar hann líka bara fór á bekkin ég skildi þetta ekki alveg en ég held að hann byrji Elanga er ekkert geta ég held að Harvey Barnes kom aftur inn í liðið og það muni gera útslagið og Siggi Sörens fer sáttur inn í nýja árið með 3 hérna er einn með góðan Linur
verður Voltimate gerður af Volt-sundli og skorar ekki þessi Það er ekki ólíklega Svona hliðardjók Ég segi Hvað segirðu? Newcastle-vinni Núkvæmsvinni Já, þú veist ég hendi X á þetta Ég held að þetta verði ekkit öðvöld fyrir Newcastle Ég er náttúrulega satt með Sör og horfði á hana United Newcastle og þeir voru lélir Þeir voru mjög lélir Það er eitt sem ég langar til að spjalli komi með bara örstuðt sem við liðgum spjalli þessu upp og það mér langar að koma ykkar go-to bets allir höfu okkar go-to bets og ég svolítið með fyrsti markaskorari og þá yfir 0,5 mörg í fyrir áleik frá liðinu þannig að eins og Holland skori fyrstur og ég sitt oft svona 10 eurur bara eitthvað á eitthvað svona komið með ykkar go-to bets og því það er oft svolítið sniðugt að fá sko hugmyndi frá öðrum það er bara oft eru menn svona, þetta er sniðugt þetta getur passað við þennan leik Svona eins og rángstæðanar Bolli með rángstæðanar eitthvað svona sem menn eru með eitthvað þú ert með oft með Bruno Fernandes ég er oft með United og Bruno Fernandes skori hvað svona þessi náttu nú ekki mikið penning ég fann upp hotni náttúrulega já þú varst með hotnin ég fann þau ég tala ekki sko veðja hot bara heldur einhver svona go-to samansetningu einhver svona tvent samansetning ég lærið það bara þér og ég nýbúin að kynna þess þessu Fyrri hálfleikurinn? ég er búin að læra fyrri hálfleikin og setni hálfleikin og spjöldin og eitthvað þú veist þessi fyrri hálfleikur ég lærið það því miður á þér því að það er búin að fara illa með mig skot leikmann eru vannmeti bett segir Albert já ég samla því ég var til dæmis að kynast þeim núna líka ég er búin að vinna mikið með skot leikmann á markbúr það byrjaði vel, eins og margt annað í þessum heimi hjá manni það byrjaði vel, maður byrjaði á okkur í nýju maður heldur þetta sé mjög easy, svo hættir það að virka Helgi Þór hérna með helviti góða punkt spjöld í seinni það eru miklu fleiri spjöld í seinni mjög góða punktur, miklu fleiri spjöld í seinni heldur en í fyrri það er bara, dómarar bara líka ákveða fyrir leiki það er bara þannig ég held að sé mikið þannig það er svolítið Napoli, Burnley, Newcastle já, ég meina Newcastle búið að vinna síðustu 7 viðregnir gegn Burnley og það er ekki fyrir að breytast í dag fyrir Burnley menn þannig að þetta verður 1-3 útissur hérna er mig gott líka ég fer alltaf á fyrrum leikmaður X-liðs skorar þetta er stemning ég held að Newcastle vinni þetta bara ég held að verða ekkit vesen það verður með næsta kíkjum á næsta Chelsea Bournemouth ég baða nú einhvern að koma með ekkit þarna beðið með það held ég að beðið ykkur komið með eitthvað þarna en það er ekki Bolli að glemma sér það? Nei, þetta er náttúrulega bara ekkit annað heldur en rautt spjald á Maresca hann vinnur ekki þennan leik þetta var vont tap fyrir hann á móti Aston Villa og það er alveg mennarna í Lundunum sem eru byrjaðar að biðja hausinn eins og maður segir við köllum þetta bollasyndrómi í dag það er bara red card og hann getur fengið stífilið eins og Bolli og þetta er í kvöld þannig að þeir myndu báðið á það fyrir ára það er eitthvað í loftir það er sama á Chelsea og K100 menn vilja gera þetta fyrir mánaðamót þannig að þennan leik þróast ég sé bara Chelsea vinni þennan leik Bournemouth hefur bara ekkert getað ég veit ekki alveg, það er eitthvað aðar sko, það er eitthvað skrítið Bournemouth það er kannski alveg rétt að segja að það er ekkert getað þeir hafa getað en það er einhvern veginn ekki komið sér nei, samt ekki 8-9 4 mörk á móti United United voru alltaf ömulegir leikinn hræðilegu mörkum 4-1 á móti Brentford þetta Burnley mark sem fengi á sig þeir vinn ekki Burnley á heimaðið leimitt sko þú veist, flottir sóknarlega móti United en ömulegir varnarlega ég meina Chelsea Albert sem menni og guldspjald 100% fyrir frí síðasti leikurinn hans mögulega síðasti leikurinn hans ég er að segja það með síðasti kannski að hann leik gæti verið að byrja en hann skori gæti verið að spila ekki jú, hann spila alltaf er hann kannski farin í hausnum örgulega nei, ég menna það getur bara vel að sé búið að ákveða getur vel verið að hann spila ekki krista út allan Savan úr þessari appelsínu ég held bara Chelsea vinnaðan leik örgulega ég er bara kröfu á það hlýtur að vera Chelsea Napoli ég held að þetta fari 2-1 Chelsea en ég held að sé menni skori getið þið hækka stöðun á Chelsea upp í 1,67 ég held að við höfum því miður ekki nei, menn að sé herri stöðull hvað er stöðull á Chelsea? 1,57 þetta er bara svipað stöðull á útivelli á Newcastle móti Burnley, það er sem er skrítið ég verð að segja samt alveg sér herðu, á ég segi ykkur eitt rosalegt förum í næsta leik, gerum að ready þetta er eitt mjög merkilegt sem ég tók eftir í gær og ég er alltaf að reyna að átta maður hvernig svona gaurar eins og Grassa og félagar hvernig er hugsa ég er að fylgjast með neðri deildunum ég sé leik sem er Walsall Oldham og ég er bara Walsall býtu okkur Walsall Grassa var að hugsa mikið um hann já, Walsall var með sko 2,4
þeir voru með 2,65 eða 2,1 að heimavelli og ég var svona, tjóðlega háur því Wolfsson eru ofalega í dildinni þetta var Wolfsson Oldham og Wolfsson voru þá í fyrsta sæti eða eitthvað og Oldham bara neðalega í gær? Já, og Oldham með 2,3 eða eitthvað, þetta var bara eiginlega jafnt meika ekkert sens Wolfsson í fyrsta sæti? Já, okay. Og Oldham var í sko í 17. áttundasæti og fyrir sko, okkur ætli þið veljið þetta hvað er ástæðan fyrir því að taka þetta svo fór ég að skoða þetta ég var alveg vissum að Wolfsson myndi bara vinna hann leik og fór að skoða XG-ið og það var Oldham bara í 3. eða 4. seti XG í deildinni en svona neðarlega en Wolfsson miklu neðar ég fór að hugsa, er þeir að spá Oldham í 8. seti, Wolfsson í 10. seti XG ég fór að hugsa er þetta eitthvað og svo vann Oldham leikin þvert gegn öll og það er hérna annað og þeir með þennan stöðul á þetta var eins og það væri búin að sjá þetta og fórst á þetta? Nei, mér fannst það svo skrítið Já. ég var svo viss að Wolfsson myndi vinna leikin ég var eiginlega ákveðin í því þetta er svolítið merkilegt þannig ég fór að hugsa eins og með þennan leik Nottingham Everton og Nei, það er líka, ég klára sumraði að það er það þannig að ef við tekum hérna bara shots on target Já í ensku úrvalsdeildinni vetur, þá er Bournemouth í 4. seti þá er Bournemouth í 4. seti Veist hver eru efstir? Þennan leik sem var að náðan Veist hver eru efstir? Þetta er svo, nei Með gíska United Já Það er svoleiðis. Manchester United Ég með sé flest skotin og Bournemouth í 4. seti Þá er það að skapa sér í þá færi kemur það sem að gæi komið á hann Já, að í þessum liðum þá er gott að setja skotleikmann sem markið sóknumenn einmitt Sjáðu hvað maður er djúpur Þetta eru pælingar Þetta eru pælingar og svo náttúrulega skulum við ekki gleyma því að Hjammi sendi nú á stóran hóp manna í gær og grúpu að setja á Ipsits myndi vinna Coventry í útivelli það var örugt á 3-11 eða eitthvað Já, við skulum ekki nefna hvað Hjammi vann tók út úr því Ég er að spá í bara hvort þú sett skikk Nei, þetta ég var er farin að halda Nei, málega, ég fundi Coventry-liðið vera að fara aðeins niður þeir eru búin að vera að gera það og mér Ipswich-liðið á svo mikið inni þeir reynda vantar Hurst, sagði hann frammeina sinn en þeir eru samt þeir eiga alveg fyllt inn Þú hefði mögulega geta verið klókur að setja mín 1,5 Já, ég geti líka sett kannski bara korrekt skor 0-2 Þetta var virkilega vel gert En þú ert sterkari líka neðri deildunum heldur en ég sem efstu og því miður fyrir þig þá erum við að ræða efstu deildina Hann er búin að banna allt annað búin að gera það búin að fyrsta vekki Herðu, KFC 14 væri til í ferðarsöru á Hjammanum Hjammi búin að jafna sér eftir 10 tíma rútuferð sem við deildum sumari 2018 í Rússlandi það er versta í rútuferð sem ég farið í En þú hefur aldrei jafnað Ég hef aldrei jafnað ekki til full Ég er ennþá sár út í Rússana Hvernig er bakið? Hver fór í 10 tíma rútuferð í Ég veit ekki hver er KFC 14 Hver plataði í það? Það var bara í ferðapakka sem við keftum Ég var þarna í Rússland og fór alla leikjana í flög bara á milli eins og kongur sko Ég fór í rútu Fyrir okkur eru bara verkamenn Það er ekki allir búin að marga miljónur á mánuði hérna Það var bara í rútu í Rússland og ég helst bara það væri næs Naflinn að fara að leggja sér í hátinu? Nei Ok, strákar, fyrir mig Nottingham Forest Everton Hvað haldið? Byrjum á naflanum Já, það er eitthvað sem segir mér í þessum leik að þetta er jafntefli Já, það er líkt af þessu Já, það öskrar á mig Stuðlan líka kalla svolítið á það Já. En samt markaleikur 2-2 Ha? Það er bara, það er þannig og hérna, saman hvað Mike segir þá er þetta að fara 2-2 Já og Everton tókst nú ekki skorum til Burnley Nei, en þú veist hvernig þetta er þegar þetta byrjar að dettin Já Mér veist þetta Evertónlega vera óttalega lúsirar sko og Grealish Það er bara eitthvað líf Nei, hei Það er ekki það Ekstra að passa ykkur einu, hann er ekstra bitur í dag Nei, ég held að borga út allt í einu eða færði borga alltaf mánu Það er bara fyrst eitthvað smána Það hefði verið stert Þá hefði ég Setta alltaf Ef ég hefði fengið bara eina stóra sumu þá hefði ég farið í að Nottingham vinnið hennar leik Grealish bara eitthvað svar á klúbnum Spjalli segir 0-0 en svo segir aðrir both team to score Þetta er svolítið erfiður leikur Þetta er erfiður leikur, mjög eins og við segjum oft í boltana, það getur allt gerst Nei, Nottingham vinnur þetta Mægari Sammála því Nottingham vinnur þetta Ég held að Nottingham vinna Everton Grealish var meiddur í síðasta leik, það var ekki með Hann verður ekki með Dewsbury Hall er meiddur Tveir Já, Grealish var alipæli og síðan er og síðan áttir eru tveir af bestu mönnur eru búin að fara yfir þetta áður í Afríkukefninni og með Nottingham Forest þeir voru bara verulega
verulega óöfnir að tapa þér í Manchester City. Þið þá alveg búin að gleyma því að Everton vann Nottingham Forest 3-0 bara núna 7. des. Já, heimaðalli. Já, og þá var allir þessi gæjar með. Já. Það gerir svo mikið á einu mánuði í fótbolta. Forest tekur þetta. Ég myndi vera með X2 á þessum. Ég með seðal og eftir. Já, kíkjum á það. Það sem að ég með held í 1 X á þessum. Ok, kíkjum á næsta. Svo fyrir við blandi póka eftir smástund. Fyrir við næsta fyrst. West Ham Brighton. Þetta pjúristalegur. Já, þetta pjúristalegur. Þessi alveg 3.25 á West Ham, 3.74, 2.20 á Brighton. Tvö bara lið sem eru bara með allt niður sér bæði. En West Ham aðeins meira niður sér. Djúvill eru þeir leiðir. Já, en ég ætla að setja á West Ham í svo leik. Það svoleiðis. Ég með setja bara frábær stuður ég ekkert að gefa mér það vinni. Nei. En þeir tapa þarna fyrir Fulham 0-1 og skýta markið í restina. Hann fór að gráta gæinn sem gaf markið. Ég alltaf ánægð með það þegar menn fara að gráta. Því þá munum menn rífa sig aðeins upp að sínu tilfinningar. Þið þekki það. Þeir sem að sína aldrei tilfinningar nafli þeir ná engum árangri. Og ég held bara að fyrstir töpuðu þeim leik. Brighton bara með 24-5 stig sko. En fyrst að West Ham tapaði þeim leik fyrir Fulham að þá, ég sagði þeir eru bara fallinir eða tapaði þeim leik, þeir töpuðu. Ok, þið vissi ekki að þetta þennan leik næst, þetta er bara alveg 100%. Ef þeir tapa þessu leik, þá er þetta bara búið. Þeir verða að vinna en leik, Brighton verður ekkert að vinna. West Ham vinnur en leik, þetta er geggjaði stuður. Sko, West Ham næst neðst í XG-töflunni. Já, þeir eru líka bara búin að ömulegir. West Ham er búin að tapa 11 heimaleikjum árið 2025 sem er næst mest af öllum liðunum í deildinni. Það er bara Wolves sem hefur tapað fleiri, sem er 12. Já, bara eina sem að aðstafa fyrir að West Ham er ekki neðstir er bara með úlvonum að það er eftir þjálfarabreitinguna þá kom smá kapli hjá þeim. Svo fór þetta einhvern veginn aftur niður sem sýnir okkur það bara liðilegt en þeir ná einhvern veginn, þeir vinna þennan leik í kvöld. Þetta er til að fara stakt á. Strákar, Christopher Fox, ég sé þetta ekki. Christopher Box. Special score with header í þessu leik, 100%. Hver? Special score with header. Það komið í skallamark. Það komið í skallamark í þessu leik. Þetta er stemningsspell. Og þá á hann við vantilega West Ham Brighton. Þetta er svolítið skemmtilegt. Getur séð stöðulegt. Þetta heillar. Þetta heillar. Ég hef ekki séð þetta á það. Ég séð eitthvað scoring with header, ég aldrei tekið það. Ætli ég fara á þetta? Ég hef bara aldrei séð þetta. Þú þarf bara peningin bolli minn. Já. En við þurfum líka að vera að láta vinna. Sko, specialar, nei, ég veit ekki hvað maður finnur þetta. Nei, ég held að vera að fara í leikmannin. Eða bara mörk. Nei, ég held að hann á ekki við sko sérstaklega leikmann, heldur bara mörk. Já. Er það til? Ég er ekki viss. En við höldum bara áfram meðan þeir skoða þetta. Ég er að bara bulla í ykkur það? Nei, ég var fyrir að sé þetta. Getur líka beðið að skora að þú veist. Nei, ég held að geta valið mannin og hann skorið með header. Eitthvað svona, komið mark fyrir utan teig og þetta. En já, West Ham Brighton, ég held að sé nú ekki þannig í stöðun en að Brighton sé nú bara fara að vinna þennan leik. Já. Stráka, förum í blandi póka frá ykkur, kíkjum aðeins á þetta. West Ham Brighton, já, ég segi þetta sé X-leikur því miður. Það er blandi póka frá, byrjum bara á mækarunum, það er flott. Þessi lítur helviti vel út. Ég sá þennan í gær. Chelsea vinnur. Þeir vinna. Nottingham Forest jafntefli. Sammála því. Crystal Palace vinnur. Ég með tapar út frá því að Crystal Palace voru ömulegir á móti gjaldþrota á Tottenham sem var koma óvart maður. Og ég byrjaði að kalla það Kick and Palace. Crystal Palace. Það finnst mér að vera nýja nafn á. Kick and Palace. Kick and Palace. Þeir bombuðu bara fram allar setna áleikina á Mateta sem vann ynga og Tottenham gætni skölluðu þetta bara frá. Og eina sem er reyndu er að horta Arsenal spila. Það var bara löng yngvöst og aukast. Sorry, Palace voru ekkert góður á móti Tottenham. Nei, voru illa lélegir. En það bara, Fulham vann hérna West Ham. Þannig að þeir eru bara búin að hella í sig. Ég segir eitt. Og það meðst að, ég ákvað bara að taka þennan með vegna. Ég held bara að Crystal Palace rífi sig upp í þessum leik og vinna hennar leik. Ég held saman með West Ham að það klikki allir leikinni í þessu. Nei. Ég held að vera allt vitlaust. Ég held bara að segja það hér og nú. Já. Ég held að Bournemouth eftir að gera jafntefli að vinna Chelsea. Við þurfum að muna þetta. Ég held að Everton eftir að vinna Nottingham Forest og ég held að Crystal Palace Fulham verði, ég hugsa bara Fulham vinni það. Ég hugsi takið gegn þér í þetta sinn. Þegar ég horfði á þetta fyrst, þá var ég bara, já, þetta er. Svo þegar ég fór að horfa á þetta betur, ég sé allt vitlaust. Nei, ég get alveg að vera ekki. Þetta breytist þetta, mann. Já. Þú var það bara, ég var að skoða þetta í gerð, ég var helviti hrifin að þessu. Svo bara, ég held að þetta sé allt vitlaust. Já, mér líka stóri eftir segilega. Er Forest Everton ekki í kvöld?
það skipta máli þetta kvöld það ekki Crystal Palace nei, Forest Everton það líka líkillinn í þessu sko þegar fyrstu tveir verður búin að detta áttu allan gamlársdag og þú ert alltaf að hugsa Crystal Palace Fulham svo einhver ekki koma að sprengja eða ekki klára að gera matinn áttu alltaf að hugsa Crystal Palace Fulham ég ætla bara enga tími eitthvað svona ég ætla að elda henni segil bara út af þessu ég líka ekki vera að trufla mig ég er að spá hvort að Mateta sé ekki heill sko eða Wilson verið með förum við blandið póka frá bollanum sjáum hvað hann býður okkur upp á jakkin Jakkin Fræi nú þurft að selja hann að jakka nú var hann komin í vestur það getur verið brask og brall ég er bara auðlýsar það er líka búið að eðalega en jakka þannig að ég er bara því lítið notaður að bara einn búin að vera í honum þannig er ég skítrættur við bæðileg skora í Vestan Brighton þau hafa bara ekkert getað þau verða að gera eitthvað ég er svolítið saman á því þau verða að gera eitthvað þau bara hljóta að reyna að skora það er bara þannig í lífun þið ætli allir að falla í grassagildruna og taka Chelsea þið ætli að vera allir seðlar Chelsea vinnu þennan leik ég held að það sé við erum búin að sjá að þetta er grassagildrun grassagildran ég getum tekið henni í lok þáttar hún liggur í pílunni hann er búin að taka mig núna síðustu 2 daga hann er búin að taka mig síðustu 2 daga núna grassagildran í pílunni ég held að sé bara sjálfur að föndra við þetta ég held að líka það er hrikalegt hann er enga tími í fótbolta núna þannig að við erum að nýta okkur að pílan hann er ekki að gildra í fótbolta ég ætla að segja chatti út ég trúi að hlutinir séu ákveðin hátt ég fæ ekki stígvilið í gær og þessi lendir ekki bara út var á því kallinu uppi sér til þess að þessi lendir þannig að þið chattinu inn á bolla og setja át það er ekki when it rains it pours nei það er nefnilega flottaði mig og hefur alltaf verið ég er bara ekki nóg hrifin af þessu mér finnst ekki nóg skemmtileg þessi spjaldi ég veit að hjá mig elskar þetta og þú greinlega líka mér er bara svo gaman þegar það kemur sko ég get bara ekki þessi spjaldabett sko. Má ég segja ykkur Leeds gerir jafntefli við Sunderland núna daginn bara þessi fræðarleik Leeds fekk ekki 1 spjald í leik sem við þurftum að berjast upp á líf og dauða til að fá það er ekki alltaf að brjóta af þér til að berjast nei, þetta er samt rosalega ég heldur sért að ofmeta spjöldin það var ekki líka Manchester Derby núna síðast spjaldalaus ég held að það 0-3 og menn við löpum það verður hraði og stemningi í þessu leik og það verða nokkuð ég held að bæði liðin sætti sig bara í jafntefli og þetta verði alveg getur jafn leiku framöð jakkir og hjólið þetta er bara kosti að byggja og fucking iPhone þið fáið ekki jakkan og hjólið eitt hérna gott að menn séu búin að læra að setja ekki -1 sammála því Púlarannir djöfull var það setni hálfleikur hjá Liverpool er það grínast djöfull var það lélegt það var ekki gott við erum með næsta leik og það er Hjammi og spjaldabettur og hættulegt kombo Hjammi og konur líka þú getur bara sagt þetta var allt Hjammi og eitthvað konur Ílma þá fyrir við í Arsenal var búinn þessi var hvað kíkjum á þetta hann var eittina pæli í þessu, það er nýbúin að missa vinnuna og maður fyrir að gera, getur ekki hendi í eitt bettbildi já, líka Vestan Brighton hann bara, Vestan Brighton, takk Hjammi ég sagði takk pappi maður væri þakkláttur fyrir bara hafa eitthvað fyrir heima í PlayStation bara eitthvað menn voru að fá svaka leiki svo bara herri bolli, svo tekur þú bara Vestan Brighton já, bara thank you daddy það er bara gott fyrir boll að hafa eitthvað að stafni ég þakka fyrir það henda Arsenal Aston Villa á mig fyrst og þriða en hann er það bollið líka núna hann er leggsta þrepi hann er hérna með bæðileg skora já, tölum við það hann er alltaf með það á hann líka það er allt undir hjá hann að bæðileg skora yfir 2,5 og svo spjöldin, það var alltaf 3 spjöld skota marki þetta er lélegasti segil sem hefur komið í þetta sagt hvað meinar það verða alltaf 6 skot á marki þú ert með Brighton já, herðu, og móti hverjum bara dæmi skotum býtu var það ekki bara Liverpool sem klúraði fyrir býtu, eru þeir að spila móti Harlem Globetrotters þú að spila móti Vestam já, þú varst með Liverpool daginn móti Tottenham yfir 4,5 og það klikkaði já, það klikkaði, það var þetta 1 skot sjá þetta hérna, Chelsea yfir 0,5 í fyriráleik og Bournemouth yfir 0,5 í seinni gefur 3 í stuðl
Já, betur, akkur segja mér það Nei, bara þú ert með hérna eitthvað svakalegt eitthvað, þú Þetta- búin að teikna alveg hægri vinstra Fjóra Ég sko, máli ég bara Ég er ekki látið að fá það stífili hérna líka sko. Nei Þetta verður spáði- rætt á næsta starfsmannafundi Máli Þetta spáði að sé ekki einn að fara að fara að elda hennan sig Erðu, elda þetta stákar Þið munu hvað ég sagði á hann Sí. með að þú veist, ég fæ ekki stígvilið í gær og þetta dettur ekki Hvað þá eftir þetta og þegar þessi dettur þá kem ég á rafmagnspílum Ok, mínum menn þeir geta bæðið skora fyrstu 3 geta dotti en að breyta og Jó, skjóti ég- það 6 dettur á það. mark Ef þetta dettur þá býði mömmum ykkur allra á Hotel Holt í þryggjarétta Það er bara þannig Já, þá dettur þetta Svo allra vesti segja menn hérna verður að sammála mækur en þessi selja bollanum er helvítið slag Jæja Helgi Þórs Herði, takk fyrir þetta, förum í stórleikin Arsenal Aston Villa, þetta er alveg leikur Já Þetta er rosalega Hvernig líst ykkur á þetta? Já, ég ætla að byrja þér mækara, þú ert Jú, náttúrulega spenntur fyrir með þessu. seðilánanleik Já, ég setti bara til að Kíkjum á bomba hann. þessu stöðun ég setti mínus 1,5 Arsenal þess ég held þetta farið 2-0 Heldur það? Já Ég held að Aston Villa þeir hafi ekki orkið meira þeir eru með 2 lykilmenn í banni Já Matti K sem er bara eitt besti leikmaður þeirra og miðjumaðurinn, hvað heitir hann? Kamara Sko, ég finnst þið segið góður Þetta var erfiðu Mér leikur finnst að eiginlega setja á allt gæti gengið upp á þessum Það er náttúrulega þetta mínus 1,5 En þetta gæti verið helvíti góð Já, sko málið er það að mér finnst þetta erfiðu leikur oftast þegar ég gera þessa bettbildar þá rennur þetta til mín mjög easy Já, og oftast dettur þetta náttúrulega og mér varst þessi erfiður ég vissi ekki alveg meðlega hvað ég ætti að gera hver er að fara að skjóta marki, hver er að fara að skora en Ödegaard er búin að vera svolítið líflegur og hann er búin að vera svolítið aðeins upp í markið en að vera að koma inn fyrir Ese svo er spurning hvort Ödegaard er hérna bara á bekkunum og þá er þetta mögulega bara dött Ég held að þetta allt nema það, Ödegardin ef hann byrjar þá dettur hann það tekur alltaf skot Já, en verður bara- bara ekki á marki hann líka tekur Þú víti ert þú bara eitthvað Hann- út af þessu Brighton hann líka inná tekur hann vítin og það getur ekki víti í þessu leik Rétt það skulum vera djúpir en auðvitað er mínus 1,5 Nei, þetta er samt alveg óskikja fyrir Ég ætla- Arsenal Ég held að þessi er góður ég held að hinn var líka mjög góður hjá mér áðan svo fórst hún alveg á mótunum Já, ég er að segja að þessi er góður Hinn var svona ekki hotspjöld, þú veist hvað á maður að setja jú, þú veist Aston Villa búin að vinna 13 leikir röð Ég ætla að vera klókur og setja nokkur evru á það segir Helgi Það er gaman að Já. sjá mækarna fyrir spjöldin þannig Fá hann ég með ætla bara um yfir borð. 2,5 Já, og ég já. er alveg hrættu við það meiri segja sko Er það? já ég bara, eins og hjá mig segir það geta alveg komið leiki sem bara 1-2 spjöld sko. Já. Og svo stundum er þetta bara endalust að því að miklu skemmtilegra segir sér svo að það séu 10 mínútur eða 7 mínútur eftir þessu leik það eru upp á tímanabli 90 mínútur, það er 7 mínútur upp á tíma það eru komið 7 hotn og 2 spjöld hvort er líklegra og hvort er meira spennandi að horfa á að koma 1 hotni viðbót eða eitthvað spjald einhvers þar Förum í naflan, hvernig þróast þetta? Ég held að þetta fari í jafntefli Ég held að bæði lið geta alveg sætt sig við jafntefli Einhvern veginn skilur þú veist Það er þétt prógram Það eru menn í banni hjá Villa Þú veist auðvitað kannski sættir Villa sig meira við jafntefli heldur en Arsenal En Arsenal mun ekkit gráti í kottan Við með hvernig formið á Villa hefur verið Að taka 1 stig og á móti þeim Munum auðvitað hvernig leikurinn fór fyrr í mánuðin Sko menn er að tala hérna nafli Undin 3,5 mörg Ég sammála því Já, getið það verið svolítið leikur Já, ég er nefnilega geta alveg trú að þetta sé eins og ég var að segja Þetta sé lokaða leikur Það verður Þetta leiðinlegt. eru þetta mikið undir fyrir bæði Undir í lið hotspinn eins og ég sé alltaf tvær góða miðjur já, en málega er bara það að þetta er bara svo, svo erfið tímasetning á leiknum sko. Já. því náttúrulega þú er kannski ekki fylgst með þessi lengi og ég og hjemmi sko, að þetta eru jólin og þú getur ekkert, þú veist þessi leikir þú farið 2-2 auðveldlega sko, því að tímasetningin er þannig veit ég hvað, breyta miklu, geta þið breytt þetta er stór leikur, Aston Villa var að koma stóru leik, það eru margi leiki núna og þetta getur farið í allar áttir á þessari tímasetningu, þess vegna finnst mér hann mjög erfiður en ég er ekki sammála nafnlega um það að Arsenal verið sáttur í jafntefli í þessum leik, Nei. aldrei og síðan er það hitt sem menn eru búin að vera að henda á mig ég er búin að fá mikið að skila frá Aston Villamönnum menn vilja meina það náttúrulega að ég fari alltaf á móti og það sem ég segja að það klikki og þá fari hitt þannig að það er búið að skora á mæk núna spá Aston vilja tapi í hverjum einasta leik núna sem eftir er á tímabilinu og þá vinniði titilin og ég er bara alltaf að verða við þeirri ósk þeirra því að ég myndi gladur vilja Aston Villa myndi vinna titilin Sammála því Svo er eitt í þessu Unai Emery, eftir hann fekk stífili frá Arsenal þá var hann búin að mæta 2 ára Emirates svo hefur ekki tapað Bollið fyrirmynd
þetta fyrir mig Rekin og svo rísan upp aftur ég bara það bara von þetta bara þau stef sem ég að sækja núna það svona kallar og þessar sögur Roger setur N1 og 0,5x en þetta verður leiðilegu leikur Já, en Arsenal hatar Aston Villa, ég meina það Aston Villa að kenna að Arsenal ekki með titil síðust árin, sko Er hægt að betta á own goal? Það er ekki hægt eða? Own goal? Já, er own goal betti 4 og síðustu 6 leiki Arsenal eru sjálfsmark það er enda svo döða punktum, ég vissi það ekki eins og það er rosalega, tölfræði einu leiknum 7,25 sjálfsmark Ég vissi ekki af þessu Úlfarnir gerðu hérna War for Ricky bæði mörkinu og Arsenal og Úlfarnir voru sjálfsmark Úlfarnir Þetta fyrir á þetta, hvaða meistar með þetta? Kristoffer Ánægð með Þetta er gott hérna, þetta leikurinn sem Hjammi Heitvatsjar með hendinni og nærbuxur Ekki ólíklegt Það kemur stundum fyrir Hann er kaldur Fyrir mig Manchester United Wolves-strákar Þetta er ekki bara walk in the park Þetta var easy Já, það eru þetta ekki til neitt sem heitir walk in the park er að Manchester United á í hlut finnst manni Og þið var heldur betur verið bjartsinni þennan því feðgarnir hérna Já, en Það er nú gaman að vera feðgar Já Það er ekkert ólík Þá reyndar geta hann ekki verið fullu 10 dagur Nei Þá var pappi búin að taka í hann Það var búin að eiga samtal Heyri ekkert í félag Takk í nakadrapi á mig En að leiknum Tölum boltan, þá þá held ég minna fjandinn hafi að United valtar ekki Wolves bara í svo leik Hlýtur að vera 3-4-0 Þetta hlýtur strákar að vera Sesko-leikurinn Come on Stóri Sesko-leikur Þá bara fer henni í janúar Þetta hlýtur að vera Sesko-leikur En þið verður aðtöða það að Mason Mount meitti í síðasta leik Já Og þú veist United bara rétt svo næri í lið sko Þeir eru með 8 menn meita engar afsakan en hópurinn er bara ekki stærri það þeim er allavega ekki við því að vera með 8 menn meita og 3 í Afriku Já, ég með sé 8 menn frá að málega það, hann er að koma inn bara Fletcher er bara komin á miðuna Já, ég sá það, hann komin inn á hann Já, hann sennilega byrjar hann að leik Allt í lagi, fínt bara Ég meina, þeir eru með Dorgu bara hægri kantinum Þetta er ekki Dorgu reynda á frábæri síðasta leik Heitast í kantar í deildar Sesko frammi, ekkert getað Kunja Ugart ekkert geta hann fyrir utan hann fýtti síðasta leik en Ugart og Casemiro er ekkert eitthvað mest sexy miðjan í þessari deild sko Nei Þú smiðaði bilder í flugvilni og það var United yfir 2,5 yfir 0,5 United Casemiro leik með að fá spjald Þar á hann að fá spjald í svona leikstrákar Hvar á hann að fá spjald? Já Hvað mennur bara Er hann að fara að lendi í ykkur þú veist þar er þetta leikur sem að Nei, þetta er ekki leikur sem að þarf að spjald Er þetta ekki bara eitthvað spjald eitthvað Allt hitt eftir Já Ég held að yfir 2,5 er ekki við sem yfir 2,5 þetta Mörk? Nei Ég er alveg vissu það Jó, við fáum 3 mörk í leika meira Vúl skorar alltaf sko Það er oft í þessu menn halda að liðin United þarf að skora þá 3 mörk en ég er ekkert vissum að Vúl skori United er ekki þekkt fyrir að halda hreinu United er að fara að spila bara eins og á móti Newcastle United á eftir að í þessu leik Dóminir að leikin? Nei, ég held nefnilega í þessu leik að United eftir að þjást fullt Liverpool þurft að gera það og Arsenal þurft að gera það á sínum heimaöllum og United með þetta lið ég held að stilli bara upp mjög svipari taktikum á móti Newcastle og þá er skori mark og liggi svo bara alveg tilbaka ef þeir skora 1-0 þá munu þeir liggja þeir munu finna á niður það er hræðilegt það er eitt sem er svolítið sniðut að gera kemur einhvern með góðan punkt og segir Dalot geti komið óvart hérna það er oft svolítið sniðut að oft eiga menn mörk inni eins og Dorgu hann átti þetta mark inni maður ásvöldið að spá í þessu líka það er oft komin tími og að menn skori nú gefur markið sækja först gólskorir setja lítið 10 eurur á eitthvað við erum kannski stöðunum 12, 13, 15, 20 það er í lagi kemur ekki Rob Edwards masterclass í kvöld og þetta endar 0-0 nei, ég held það bara getur ekki verið að United ég held þetta fari aldrei yfir þessi 2 hálfsmark ég vona bara að það eru flugvelsin í kjókamönnum það er draumurinn strákar, þá förum við á nýjársdag geggjaður dagur framöndan á nýjársdag strákar, geggjaður Casemiro verið kvíldur í dag já, ég er bara að hugsa að vera eitthvað þannig Casemiro kvíldur? Nei, þeir er ekki menn þeir geta ekki kvíldan Já, byrjuðu munu samt að gulaspjaldatalingin hættir eftir þessu umferð best að skoða hvort leikmenn lendi í banni eða ekki eftir gulspjald núna Já, þannig Óðpuntur Þetta er ástæð fyrir að spjallið Þetta er bara fræðið Tala um að fjölgi spjöldunum eftir hennan dag sem við þurfum að fá Hætta þetta út Nei, byrjuðu munum að samt að gulaspjaldatalningin hættir eftir þessu Jú, er ekki, þú veist, refreshast Jón Skarp með eina spurningu Ég er samt að fá þetta Við gefum okkur einhver sem er 4 spjöld núna og farir í bann eftir 5 og farir ekki spjald í dag
að þá bara sleppur öll Nei, fjögur það spjöldin. getur ekki verið. Það getur ekki Ég ætla að verið. Það lítur að hækka bara þau upp í 6 eða eitthvað Þetta er áhugavert. Jón Skarper hérna með góða spurningu hérna, býtu hvernig ætla naflinn að vera í Doxon og í vikunni í kvöld. Það er búið að taka upp vikuna og ég hvet allar bara til að taka hana á tímaflækjunni eftir Doxonið. Vikuna Með Gísla Martini Hann er komin í vikunni á Gísla Martini. sem álitsgjafi. Hann er komin í Doxon, hann er hérna. Það má alveg verið í Doxon. Nei, hann er bara út allt. Þú þarf að ringi Mike og til að fara í svona þætt eins og vikuna með Gísla Martin. Já, ég þarf að fá Mike til að umbáða þetta. Finnst þið að borga fyrir það? Nei. Herðu, Já, 5 upp í 10. Það er nú. Já, býtu, er það að segja með það? Þú fórst í bannið mitt eftir 5 spjöld, en núna þarftu 10 guld til að fara í bann. Já, nei, þá reynsast ekki spjöldin út. Nei. Þú þarf bara, já. Heldur spjöldunum en fer ekki bann fyrir en eftir 10. Þannig að motto 5 viðbútt. Þá er deila reynsast. Það er eiginlega þannig sé að reynsast. Eða þú veist, það bætist við bara. KSÍ mætti nú taka Þá er alltaf enginn að fara að fara spjald sem með 4 spjöld í kvöld. Nei. Þannig þú verður að googla það, hver eru með 4 spjöld í deildinni Casemiro með 4. og fær ekki spjald. Casemiro var í bannum daginn. Bolli, Krista Pallas Nablari Krista Pallas Fúlam, Bolli Pallas vinnur þennan leik. Já. Ég held að það sé Þú ert ekki trú á Fúlam sem Nei, Er þetta búin að vera góð? þeir bara fínir. Ég held samt að Pallas, þeir verða ekki svona lélegir eins og síðast. Nei. Þeir eru heimaðalli og það er bara, þú veist, þeir bara klára þetta. En ég meina, Fúlam samt búin að vera frábærir. Fúlam bara búin að vera fínir, bara allt í lagi. Eða þú veist, frábærir, ég er samt spáðið fallegst sko. Þeir eru búin að vinna 2 leikir eða 1-0. Já. En Pallas bara heimaðalli og þetta er bara fínasta lið, sko. Þeir eru ekki svona Þeir slækir. eru leirir að Tottenham. Já, ég er bara hræðilega lélir. Ég held þeir komið tilbaka núna. Ok, Selhurst Park, það er okkar staður, okkar stund. Nabli. Já. Pallas er 4. sæti og XG. Ég ætla að fá að vera sammála á bollanum þarna og Pallas tekur hennuleik 1-0. Pallas tekur þetta 1-0. Það verður ekki mikið fjör. Nei, því miður. Það verður fleiri Ég var að leikir. ræða þetta. Þú bara ákveðni því að halda því. Ég get ekki Ég að get ekki breyta breytt því. núna. Hann er ekki svo þú. Hann Hann er ekki bara fram og tilbaka. Hann er bara, Ég er búin að fara yfir gamlásta með fólkinu þeir eru að spá í þessu og Passa að bóti vandaði þá segir Ég er yfirmaður Sorry boss. Síðasti leikurinn á seðlunum Nú og er henni ekki 2 tíminn búin að til að ganga upp og ég hvet alla til að Erum skilja bara að pæli leikin. því að Hjam er eins og pappi Bolla og Mike er eins og pappi Nabla. Við þurfum að fara í feðgaferð og fara í eitthvað baðlóm Feðgar á Það er í ferð og baðlóm. flýg. Það er að baða okkur strákar. Það er ekki að fara erlendis með það og þykast þeirra pappa þeirra og eitthvað svona og vera skammað og það gera drengur. Vannaðum að fara í bjórinn. Býtum við, hvað er hérna? Kristapallas húlam, já, Kristapallas bara, við erum klára á því að þeir vinni. Við erum allir sammála því, Það það verður ekki? spennandi. Er ég að missa okkur annars okkar? Nei. Liverpool Leeds, Já. hvað sjáum við þar? Liverpool hlýtur bara, þeir bara vinna hana leik og bara þægilega. Ég ætla að biðja þig núna um að henda í einn örstuttan bettbildir á hana leik og við ætlum að fá að sjá þig gera þetta henni beinni. Já, sko, ég held að það verða mörk í þessu, sko, Liverpool fær alltaf á sig mark, þannig að Leeds er með 1, Liverpool skora 3, þannig ég ætla að samt vera skynsamur yfir 2,5 mörk í þessu leik, bæðileg skora líka og Liverpool vinnur leikinn. Og Liverpool vinnur leikinn, hvað fáið á það? Nei, þú farið ekkert fyrir það. Nei, það virkar ekki Þú getur svona. ekkert Nei, sett það vantar saman. Liverpool vinnilegin. Alltaf að fara í alveg í 2 í stuður. Nei, vantar Liverpool vinnilegin. Vantar Það er Liverpool. ekki Af hverju er það hægt. ekki hægt? Af hverju er það ekki hægt? Það bara getur Leeds ekki vinnilegin. Leeds getur, já, þetta er eitthvað steikt. Förum þá bara í hvað haldið þið með hotnin? Eru yfir 7,5 þar, Magari? Já, Liverpool heimalli, já. Alltaf. Liverpool hotspinnur, hvað mikið? Ég segi Liverpool hotspinnur yfir 4,5 ef það er hægt. Ok, þetta er eitthvað alveg þrótt. En við erum komið helvít. 2,63. Já, þetta er ekki nóg. Hlýtur að geta sett að Liverpool vinni leikin. Já, það hlýtur að vera. Það hlýtur að uppa þetta upp. Það er steikt. Herðu, skot á mark. Hann er það komið? Bingo. Það er komið. 3,9. Það er því Ég er sáttur. Þessi er alltaf leið. Bitu. Hann fór yfir 2,5 mörg. Já, Bætti því við Ja, núna. Það slepptu því. Tekur út, það er ekki hægt. Það er... já. En við höfum þetta bara svona. Nei, Þetta er herru, fínt. prófa að setja yfir 3,5. Já, það er náttúrulega ekki hægt að fara yfir Nei. 2,5 og það er bæðileg skora. Já. Þann ertu með þetta. Sérðu? Já, þetta er fínt. Ég held að þetta, hvað gæti klikkað þetta? Bæðileg skora. Nei, það hefur að Liverpool fá ekki Leeds skorar ekki að skora Leeds Leeds mark. skora ekki í þessu leik. Það er bara Taktu þannig. það út, hvað fæ ég þá? Ég tekur það út. Já, þetta er enda geðvegt. Heyrðu, þann er það. Taktu síðan bæðileg skora út.
Nei, ekki aðeins. að byrja hann að gera Þú ekki taka út Það verður að vera Það verður að vera Herðu, þetta er Bolli special Hvað er að sjá? Úrslit? Ég held að Liverpool vinni 3-1 3-1 Mækari Þeir eru búin að vinna, þeir eru ekki búin að tapa leik í desember síðasti leikurinn, þeir hafa ekkert geta Ekki Við neitt erum ekki með þetta rugl Þeir bara vinnaðan að leik 3-4-0 Já, þau gera það, en þeir eru svo lélir Nei, alveg eins og átt að vinna Úlfana 3-4-0 Í desember er Leeds-bóra betri en Liverpool Svo horfðu það á seinniháleik Liverpool-Wolves Svo var seinniháleik Það var hræðilegt Liverpool-Tottenham Þú veist, það er sama Það eru 9 sko eða 10 og bara fleiri og fleiri leikir og ég ætla að halda með það að Liverpool vinnina leik en ég 1.56 er samt alveg fín mjög verið að segja bara fín ávist fínt á sig, Liverpool vinnur hennar leik en það er eins og það segir ég ætla að fara ekki bara 2-1 aftur þeir eru ekkit með einar byssur frammi núna sko, þetta er bara erfitt hjá þeim Ekki tekið dettur inn núna hann skorar ekki síðasta leik hann skorar alltaf 2 cirka Nafli Þetta verður allavega ekki sama veislan og við fengum hérna millilegana fyrir desembermánuð það var 3 Geðvík þetta er náttúrulega sama umferðun og var Ég er að segja þetta er bara bókstaflega sama umferðun og var í hérna fyrstu vikun í des en nei, ég held að Liverpool tæki þetta 2-0 Þá förum við í stórleikin strákar og enn og aftur í Tottenham sett seint á kvöld og það er slagurinn Thomas Frank slagurinn Brentford Tottenham þetta verður alvöru leikur Ég rígur þarna milli 3,10 á Tottenham Ég er eitthvað lundurna rígur þarna milli þessari liða Nei, ekki mikill Það er þannig bæði lundunum en það er ekki mikill rígur Þetta er bara vinnafjölug Þetta eru við Ég ætla að fara að byrja því að segja strákar Tottenham Hotspur vinnur alltaf þennan leik Af hverju? Það er bara alveg klárt Thomas Frank, nú er þess að Thomas Frank vitlis svolítið lokið Hann tók hennar Crystal Palace Hann bara vann Crystal Palace Það var vel gert Hann átti það bara og hann er núna bara, nú er þessi bulli lokið nú tökum við bara þessa leiki, er þið búin að sjá prógram á næstu leiki á Tottenham og það er bara búið að ræða þenni klefa þau tóku Palace vinna Brentford næsti Sunderland á heimavelli, vantar alla í Sunderland Bournemouth útivelli, Bournemouth getur ekki neitt allir verið ekki búin að reka Ariola Þetta er samt allt lið á svipuðu kaliberi skilur Ariola svo eiga Vest fyrir byggarnur reyndar, en svo eiga Vest á heimavelli svo eiga Burnley útivelli bara liðið getur bara verið komið í 3. seti en málega þið fá kannski 50% út úr þessu leik 24. janúar þetta er mjög auðvelt prógram á pappir en þið er alltaf að fara að tapa allan að 3 af þessu leikjum og þið byrjaðu að tapa þarna á nýjás og þeir eru bara með sókana með Brentford sem eru funheitur og þið eru ekkert að fara að ráða við þá og þetta fer þið töpuðu 3-0 fyrir Forest daginn það fer kannski ekki 3-0 en þetta var ekki 2-0 Þetta fyrir 2-2 Já 2-2 Nei, Brentford vinnur Já, ég verður að vera sammála því að Brentford sé að vera að vinna leik frekar en jafntefli en ef vinna er þetta ekki 1-0 þetta er bara leiðilega leikur Ég held að Tottenham jafnir svona 90.5 Þið eru alveg út að koma, alveg svo að þú eðilaður bekkbildinni fyrir okkur núna Crystal Palace, Crystal Palace myndi vinna og steins langt frá því og hægt var þess að Tottenham mann ekkert hugsað voru að hugsa þetta hann er ekkert að fara þarna og hann er bara að fara, ég sé hann alveg fyrir mér hann er bara að taka þetta Það er heldur stuðl á því þú hlýtur að hælir í mörgum Já, það er mitt með chatinu, er hann vaknaður Með Stríðsson, ég sagði þetta síðast þetta hann er búin að vera góður í öður Hann er búin að mjög góður, við erum að gefa hann það En bara, ég held að Brentford vinna hann leik Þeir eru bara stór hættulegir Strákar, loka leikurinn í dag Sunderland loka leikurinn á þessar umferð nýjastak klukkan 8 og það er Sunderland Manchester City í Mægari Þetta er leikur Þetta er banan í hýði Sunderland er bara búið að vera fínir Jú, ekki sigur en ekki tap síðan að þeir mistu leikmenn í Afríku Hvað er þetta, 2 leikir, 3 leikir? Það er ekki bara 2 Jú, 2 heldur 2, já, það gerir jafntefli í báðum eiga að vinna Brighton á þetta útivelli og gera svo jafntefli þetta við Leeds en það er skellinu lítur að koma þarna það er önnur vigtun í dag hjá Pepparinn svo að menn fá sér ekki mikinn kalkun á morgun og svo er hérna og svo er leikur á nýjáskvöld og það er vigtun fyrir leik Þeir voru allir með í síðasta leik hann er búin að stilla upp sama liðinu í 10 af síðustu 11 leikjum Það er svolítið gott núna með fantasyspilara nú er þetta ekkert vesem, maður veit eiginlega en málega er að síðustu árin ef hann er með 11 leiki þá er hann ofta að gera svona 10 breytingar í þessum 11 leikjum aldrei verið sama liðinu með einu sinni nú er 10 og 11 í sama og það náttúrulega er bara sínir sig í stöðuleika og þeir halda bara áfram þeir eru heppnir síðast og þeir vinna þennan
Ég get alveg sagt ykkur það ég er sammála því mínus 1,5 Já, mínus 1,5 Þeir voru rósáttir eftir síðasta leik Hvað fáum við það? Getum við tjekkað í botni hvernig fyrir þessi leikur? Ég held bara City vinna Nei, Tottenham ekki að fara í toppbarátuna en þeir að fara í meistaradeildarbarátuna Þeir að tala Tottenham aftur Nei, bara spjallið Já, nei, ekki Ég gerum alveg greið fyrir því Við erum sjálflega búin að missa titlinum Já, og þeir ekki Við erum að fara að taka meistaradeildarbarátuna Nei Mínus 1,5, 2,22 Ég verð ekki að segja, ég veist það gott Já, líka Holland er búin að vera mjög slagur í öðrum hverju leik og nú er komað að leiknum Má ég sjá mínus 3,5 Bara ég verð að sjá fyrir mig 0,4 úti Það gerist stundum 8,3 Það er veisla Getur alveg gerst Ég verður ekki bara 1-2 Mér finnst bara líkt að Sunderland skora 1 Pældi samt í því Ef City hefði mætt Sunderland í byggarnum í fyrra útivelli Sunderland í ströggli hérna rétt komist inn í play-offs og Gáttu bara ekki neitt þá hefur bara sagt að Sunderland rúllar yfir þá Nei, City rúllar yfir þá Þannig að ég held að þetta sé bara Ég held að sé maður að fá mínus 2,5 Þetta er 1-3 eða Mínus 1-4 Ég held að þetta fara 1-3 1-2 Þú þar, Napoli Já, ég held að þetta sé 0-3 City Serki leggingi alltaf upp og Holland skori og Manchester City mínus 1,5 Getur þið séðan? Já, ég skal þila hann upp hérna Manchester City mínus 1,5 Palace vinur Fulham Liverpool vinur Leeds Manchester United vinur Wolves 10,6 stöðl, takk Sko, það er þessi Crystal Palace Fulham-leikur sem þið eru að renna á raskatið með Ég myndi taka hann út En Manchester United Ég myndi setja yfir ég myndi segja mínus 2,5 á City taka Palace út, það er mín skoðun En það var mínus 1,5 á United Ég er búin að sjá þetta nokkru sinnum bara sjáum það bara hvernig það kemur út Já En vilt ekki fara á mínus 1,5 á United En er ég með 1 punkt hérna það sem gerist í síðustu umferð Getið þið sett hann í spjalli, getum að tekið þetta eftir maður er bara að gleyma þessu öll Já, gott að fara Ég er með 1 punkt hérna það sem gerist í síðustu umferð og mann ger oft þegar það er hark í bettónum sko og ég þekki það nú verð sjálfur og ég gerði það sjálfur helgina að það er að setja á sko Liverpool á heimaðalli á móti Úlfónum Arsenal á heimaðalli á móti Brighton City á móti Nottingham Forest bara þess að þrjá, ekkert handicap ekkert og vona og beða til Guðs að reikningurinn hækki aðeins og meiri sér United líka spila það var enda Newcastle en menn eru kannski ekki mikið að nota þá á deginum áður þetta gekk sem eiginlega segja með það þetta er ekki að fara að ganga núna svo að maður að gera þetta aftur og núna í staðin fyrir Arsenal ákvörðat og núna í staðin þessi ungu strákar þeir gott útskýrða fyrir og málega það sem að núna verður það að skipta Arsenal út að þeir eru Aston Villa og setja United inn í staðin á dólunum hann að nú eru þeir með alveg eins bett þeir eru með United og Liverpool að heima allar móti Leeds og svo City aftur út í velli og er að vinna aftur en núna mun eitthvað klikka og hvað verður það? Ég skítrættur að vera í Liverpool eða United sko megið að vera United maður það er litla gjöfin Fylgjum ráðan Hjálmars er ágætis orð þarna frá KFC FC 14 Sá Klóki, kíkjum á Sá Klóka áður við klárum þetta svo ætlum við að taka eina pílu hérna Já, við fáum hérna bílsel frá Mike Sjáu þetta Ná, ég sjá Klóka núna Yfir 0,5 Bournemouth mörk í leiknum Já, ég sé það alveg gerast Ég er að gefa ykkur 8,24 áður Er þetta ekki leikur sem Chelsea heldur hreinu? Já, getur vel verið Þið er nú bara að vera á mótið þessu Nei, ég sagði það geta að skora eins og ég segi, það getur allt mark í fyrri hálfleik, Jassan Aston Villa Já, 1-1 í fyrri hálfleik, spá ég En þetta United dæmi, er þetta ekki úr lítill stöðl til að Ég finnst þessi helviti Ég tek aldrei að Klóka, mér finnst þetta svo vitlaust en svo þegar hann dettur, þá er ég alveg vitlaust Þessin er þetta svo klóki En svo ætlaði líka að minna menna á fyrir áhuga saman þá er heil umferð Championship-deildinni líka í ensku 1. janúar Nú, hvað er frí í dag? Býtti að voru að spila í gær, getur ekki spila í dag aftur Já, það var ekki alltaf það er alvöru þar Þú ferð á live sko, þá er Championship-deildin Það er bara klass Sá Klóki gæti dottið þetta verður geggjað, sá er klókur þessi klókur, segja menn Ertu ekkert með það naska? Er það búið? Hann kemur stundum og svona Á, gaman fyrst mér Þetta er nóg að vantur ekki eins og ekki vantur seðlar Nei, spurning um því að geta setja eitthvað þessu seðlum saman Munið þið samt síðast síðast Datt það? Nei, held að vera 2 eða ekki Var ekki Já, við tókum einhver út, það var 1 leik sem klikkaði En málega er bæði Arsenal og Liverpool datt og ég setti þetta nefnilega sjálfur Ég setti þetta sjálfur bara eitthvað 10-20 eurur eða eitthvað fyrir 3 leikina
og það datt bæði og svo náttúrulega fór hann 0-0 þarna, hvaða leikur fór 0-0? Everton Burnley Já, þú veist, en það datt bæði nefnilega á hæstu stuðlum Við ætlum að kíkja á píluna góðu. Má ég sjá þennan næst? Þetta er saman ég var að tala á hann. Er þetta ekki allir leikir í kvöld? Já, þetta er líka þannig að þetta er milli jól og nýjás. Þið veit eitthvað hvernig liðin koma. Það getur verið fullt af mörgum í þessu. Rétt. Ég ætla að taka þetta, ég er hrifinn af þessu. Ég ætla að gera það líka. Strákar, förum í píluna. Verðum að fá píluna. Já, fáum kvöldseðil. Píluseðil frá... Ekki bara taka kvöldið. Jó, dagurinn er byrjaður. Það er þetta geðveikur leikur klukkan. Við skulum taka hann með að því hann er bara klukkan 3:30 eða eitthvað. Justin Hood og Josh Rock. Það er leikurinn sem ég lakka mest til að sjá. Og þarna förum við í 180. Því að... Herru, það bett hjá þér. Og svo útskýri það eins. Special fær í specialar uppi. Það er best. Útskýri það eins. Þetta er mjög sniðut. Þá er semst að sé 180 í einhverju öllu settum. Já, förum yfir 12,5. Nei, já, býtu það er allt annað. Fjöldi já, í þessu leik. Svo ég get sagt ykkur eitt sem að datt hjá mér í gær. Já. Og það geta menn tekið líka bara sér. Já. Að ég tekið á leikinn í kvöld að komi 180 í öllum settum. Ég tók það í gærkvöldi í öllum 3 leikjónum. Þannig að það er að koma 180, eitthvað 180 í öllum settunum. Ég verið að taka það líka. Við tókum það Það datt í gær. Og ég var vel stressaður í restina. En sjá, maður er ekki hár stuðl á því núna. Nei, það er oftast fer upp í 1-6 kannski að fer eftir hverju að spila. Charlie Mambi, Tian Van Ven, farið í það. Við förum þar og ítir á leikinn. Þá förum við þar. Farið úr specialum, farið bara í allt þarna uppi. Og förum í plus já, er þetta ekki bara segið, það er þetta eitthvað róhár stuðull. Förum í plus 3,5 á Charlie Mambi, það er potið. Það er nú alveg garantíð. Ég held með þess að þetta er plus 2,5. Á hann ekki séns? Ég held að Van Görvin vinni Andersson, en menn vilja líka, ef það fari í 180 þar. Já, það ekki. Já, förum í 180 þar. Hann er svolítið reiður Van Görvin núna. Hann er mjög reiður og hann vinnur. Sem er geggjað. Ég er garri maður. Flest bara fjöldi 180. Förum í 13,5 þarna. Að þetta er 4 leikja seðil. Og svo förum við að Kevin Dodds vinni eitt sett á móti Ömbris. Meðan Kevin Dodds góður í gær. Rosa mikið segja að það er góður stuðull á hútarunum. Rosalega stuður á hút. Já, þarna plus 3,5. Á hút engan séns, strákar. Hvað gefur þetta? 3,7. Já. Það má alveg vera skynsamur. Samt á 4 leiki, sko. Já. En hút, menn er að kalla eftir hútarunum. Þetta er mjög safe. Þetta er gott. Já, ég er svolítið sammála KFC 14. Eina sem er ég held að Gary Anderson annarkvort er það þessi ef þið ráðið búið tökum til þetta, hvað fáið við setjum Charlie Mambi plus 2,5 þá fáið 6,21 vinnur hann 2 sett á móti Van Ven ég held það, mér veist bara hann var stressaður í byrjun í gær. Tökum þetta svona, 6-21 Skemmtilegt Mækari Nafli Bolli Já, það er söfnun hafinn fyrir bollan Já, Carolina Fund Það er símanúmer sem er hringið í 904 916-04 Nú er bara að fara að búa til ferilskrá aftur Og margt smátt gerur oft eitt stort Það er gott að muna það Sjáðu hjemma Þetta er gæði, hann sagði við erum búin klukkan 1 Hvað er klukkan? Hún er 1 Það er bara þannig, það er ekkert sem ég elska meira heldur en að vera réttin tíma, stráka takk og gleðilt ár Og við sjáumst aftur snemma, við sjáumst bara aftur 3. Bara laugardaginn Stutt í það Geðut